Ákvörðunin að skylda fólk til að samþykkja niðurfærslu húsnæðislána með rafrænum skilríkjum auðkennis fyrst og fremst pólitísk. Það ber sérfræðingum í öryggismálum saman. Stjórnvöldum hefði verið í lófa lagið að heimila notkun VF-leikils, ríkisskattstjóra eða ísleikils. Ákvörðun ríkisskattstjóra og fjármálaráðuneytisins að skylda fólk til að samþykkja niðurfærslu húsnæðislána með rafrænni undirskrift hefur valdið nokkrum úlfaþyt. Gagnrýnt að eina færa leiðin sé að nota rafræn skilríki frá auðkenni sem í eigu bankana en ísleiklinum frá þjóðskrá hafnað. Í nýlegri úttekt á öryggi rafrænna auðkenna því slegið föstu að rafræn skilríki auðkennis séu einu rafrænu auðkennin sem uppfylli ítrustu kröfur og skilyrði laga rafrænar undirskriftir. Fréttastofa ræddi við 4 sérfræðinga í öryggismálum í netheimum í dag. Einn þeirra fullyrti að rafræn skilríki auðkennis væru gjörsamlega ófullnægjandi og reyndar mjög gölluð. Aðrir voru á því að rafræn skilríki auðkennis væru öruggasta leiðin. Sérfræðingunum bar þó saman að þessi ákvörðun væri fyrst og fremst pólitísk. Stjórnvöld hefðu hæglega getað heimilað fólki að samþykkja skuldaniðurfærsluna með veflykli eða íslykli þar sem í raun væri sams konar aðgerðaræða og þegar fólk fær endurgreiðslu frá skattinum. 2 þeirra orðuðu það sem svo að þarna hefðu menn einfaldlega séð gott tækifæri til að innleiða rafræn skilríki sem alls ekki væru bráðnauðsynleg í þessu tilfelli. Ríkisskattstjóri hefði með sömu rökum getað ákveðið að innleiða rafræn skilríki við skil síðustu skattskýrslu eða þeirra næstu. Eftir stendur spurningin, hægt að þvinga fólk til að fá sér rafræn skilríki? Og ef fólk neitar að gera það, fær það þá ekki niðurfærslu húsnæðislána? Svara beðið úr fjármálaráðuneytinu.